Velkomin í seinasta þáttinn af seríu 1 af Bleik Flögg podcast og við erum með gest. Ég vil kynna þig. Ég heiti Kara og ég kynntist þér á TikTok. Já. Og já, ég í hagfræði HR, Dale Carnegie þjálfari og bara elska að gera hluti sem svona láta mig fá illt í magann. Ok, má hvað það ekki kynning. Ok, sko, já, ég kynntist henni gegnum TikTok eins og alla sem hafa komið í þetta podcast og mér finnst þú bara geðveikt inspiring og ég held að þetta verði bara geggjað svona seinasti þáttur til þess að slúta seríu 1 og hafa smá gaman svona. Ok, til í það. Og mér finnst þú bara svona fullkomin manneskja til þess að empower okkur fyrir 2026. Já, takk fyrir það. Þannig að já, þú ert bara búin að gera voða margt sem að ég bara að spyrja þig Yes. Með smá spurningalista fyrir þig en mér langar að tala svona most recent Ok. með fyrirlesturinn Já. og ef að það eitthvað hlusta sem að fór á þann fyrirlestur eða fór ekki, þannig að bara smá recap kannski. Ok, sko, það bara, hefur alltaf verið í mér og þetta svona byggist bara svona hægt og hægt upp. Þú veist, ég flutti til Madrid, grenjaði á mér augun á hann ég fór síðan til Tansaníu, grenjaði á mér augun þegar ég fór þangað og það bara einhvern veginn, þú veist, ef ég veit að ég að grenja á mér augun, þá veit ég að ég að gera eitthvað rétt. Hljómar geð svona eins og ég sé eitthvað psychopath, en þú veist, það bara eitthvað svona tilfinning við að elta að gera eitthvað erfitt sem ég bara elska. Og ég mitt Dale Carnegie þjálfari, þannig að ég alltaf að ýta fólki að gera eitthvað erfitt og að svona skora sjálfan sig og þá var bara eitthvað svona næsta fyrir mig, var bara eitthvað svona halda minn einn fyrirlestur. Já. Og bara svona bara mitt hlutverk hjá vinum mínum svona, þú veist, ég algjör peppari og ég bara svona, með Dale Carnegie plus peppari að þá ég alltaf að einhvern veginn peppa þau áfram, finna svona aðra hlið á hlutunum og mér finnst svona á TikTok það kannski ekkert komið í gegn, að þetta meira bara eitthvað svona, jú, ég alveg að gera skemmtilega hluti en samt svona það vantar þetta svona, heldur bara úr sér tré, þú veist, það vantar svona það sem ég segi við mér, bara svona, þú ert í tré, hreyfðu þig bara. Þannig að ég ákvað að byrja að posta meira þannig kontenti sem endaði þá á að fólk elskaði það bara og þá var ég bara svona, ok, ég held bara minn eigin fyrirlestur og þá átti að vera bara svona empowera konur og empowera bara fólk að fara að gera það sem þeim langar að gera óháð því hvað annað fólk að segja sem tókst bara einhvern veginn miklu betur en ég þorði að vona. Þannig að já, það var svona fyrirlesturinn minn í smá recap. Já, einmitt og bara seldir upp 100 sæti. Galið að fylgst upp 100 sæti sko. Og þú bætti við, það ekki? Jú. Geggjað. Já, það átti bara að vera, þú veist, 80 og síðan þurftum við bara að bæta við ykkur 20 stólum á meðan sem var bara að klikka, bara eitthvað 100 mann sem er mætt og bara fullt af fólki sem senda og bara hvenær verður næsti, ég komst ekki. Þannig að greinilega miklu fleiri sem vildu koma líka sem bara draumur að fólk vilja bara eitthvað eyða sínu frítíma að koma hlusta á mig en bara mér finnst það líka bara svo mikið vægt og mér finnst það lóki vera svona trending einhvern veginn að vilja meira fyrir sig einhvern veginn. Ég svo sammála. Mér finnst það geggjað. Já. Yes, en þú veist, ég búin að vera á okkur svona health journey síðan, þú veist, 2020, þannig að svona síðustu 5 ár ég bara búin að vera mjög mikið í þessu. Já, einmitt. Þannig að, já, bara know your worth, taktu þitt pláss oh my God. Og allt þetta. Þannig að þetta var svona lágbeint upp fyrir að fara eitthvað svona. Já. Og ég heyrði einhvers staðar að maður á að gera það sem maður á að vinna við það sem þú færð ekki borga fyrir að gera, maður á að vinna við það sem þú myndi gera án þess að fá borgað. Já, og þú veist, þá væri ég, og þá væri ég að gera nákvæmlega þetta. Einmitt. Bara eitthvað svona, tala fyrir fólk. Geggjað. Og líka bara ef að fólk vil koma næsta svona, bara mín reynsla var sko að þetta var bara geggjað og bara, svona orkan, bara in the room, bara orkan þín í okkur öll var bara, við vorum, þú veist, ég sat til hérna vinkonum minni og við vorum bara, já, við erum að fara að gera eitthvað stórt, sko. Geggjað, en þú veist, það líka ástæðan fyrir, ég trúi mjög mikið á svona lead by example, þannig að þú veist, það væri ekki ef ég myndi halda fyrirlestur og væri bara svona kýla á hlutina,
þú veist, það væri kannski bara að segja á TikTok en ég hef aldrei gert eitthvað skeri á ævinni, þú veist, þannig að mig langaði að þið myndu sjá bara svona, ég er að skýta í mig, þetta er ógeðslega erfitt fyrir mig, en það er líka, þú veist, orkan sem ég vil síðan gefa ykkur að fara að gera eitthvað skeri og bara gera sem ykkur langar, sama þóttu þið séu ógeðslega hræddar eða eitthvað svoleiðis. Þannig ég er mjög glöð að sú orka færðist yfir á ykkur þótt að fór náttúrulega bara allt í kleinu með tæknina. Já, það var allt í góðu. Já, það reddaðist við reddum okkur bara með Instagram og eitthvað svona. Já, þannig að það reddaðist alveg, en já, það er gott að orkan allan að skila Já, algjörlega, sko, þetta var æði og ég er ógeðslega bara peppi fyrir hann þátt að ef það er ykkur sem er lacking the, bara motivation að fara að gera eitthvað og þetta er bara svona fullkomin tími einhvern veginn, þú veist, auðvitað á það ekki að vera svona ég ætla að bíða þangað til næstu viku, ég ætla að bíða þangað til á mánudaginn, en samt, þú veist, ok, árið er að vera búið, skilurðu, það er að koma jól og þá er maður stundum svona falling off, stundum af því að þetta er frítími eða eitthvað. Algjörlega. En þá hefur maður alveg, þú veist, frítíma til þess að vera að plana og preppa fyrir 2026. Vá, hvað ég sammála. Bara desember er svo mikið svona loka árinu plus preppa fyrir 2026. 100%. Geggjað, oh my god, svo spennt. Ok, sko, nú ætla ég að fara að spyrja spurningar hérna. Yes. Já, hvernig komst þú inn í Dale Carnegie þjálfun og hvað heitlaði þig mest við það? Sko, ég fór fyrst á námskeið sjálf. Já. Ég á síðunni, allan þegar ég fór 2001, þá gat maður skráð sig eitthvað svona að sækja eitthvað gullnu reglubók með eitthvað reglum og eitthvað. Og ég sem skráði mig á það og ég vissi ekki að þá var ég raunin að skrá mig á eitthvað póstlista. Þannig að þú veist, það var hringt í mig bara eitthvað, hæ, heyrðu, ég sá að þú sótti gullnu reglubókina, viltu þú koma á námskeið? Og ég var bara eitthvað, já. Og ég fer síðan og þá bara einhvern veginn fatta ég og þjálfarinn, þú veist, hjálpa mér að finna kannski allt þetta slæma við mig að vera, þú veist, stjórnsöm og vera ógeðslega hávær og bara svona allir hlutir sem maður fær alltaf að heyra eitthvað svona, heyrðu, hættu núna, þú veist, þú ert ómikið núna. Að það var bara allt í lagi og það var bara svona, þú þarf kannski bara að taka það orku og beininni, þú veist, snúinni við og beininni eitthvað annað í staðinn fyrir kannski að vera bara svona, nenni þú að gera þetta, þá bara svona, heyrðu, nú ætlum við í sameiningu að gera þetta. Þannig að, veist, ég fékk svona annað sjónarhorn á eiginleikana mína á Dale, sem var bara hringt í mig, held ég, mánuði seinna og bara svona, heyrðu, viltu koma hérna á svona pröfunámskeið á Dale, en það er á ensku og ég eitthvað svona, já, einmitt. Og þar er sem sagt svona master Dale Carnegie þjálfari sem er þjálfari sem þjálfara að þjálfa bara krakka eða veist fólk og hún bara svona hún á að vera þjálfari og ég var þarna bara eitthvað já, ok. Þannig að þá er mér hleypt inn í þjálfaraferlið og þjálfaraferlið er sko ár og þetta er bara dedication. Þetta er bara þetta er mjög svona, hvað heitir það, svona stramt prógram og þetta er eitthvað svona vottað og þú þarft að vera mjög svona þú ferði gegnum próf og farið einkanir og allt þetta. Fór í gegnum það og gekk bara ógeðslega vel og þjálfarinn, semst master Dale Carnegie þjálfarinn, hún var bara you got this, bara þú getur gert allt og ég eitthvað svona, ok, geðveikt. Hún hefði bara bilað að trúa mér. Æði. Og það eitthvað neginn, þú veist, það sem heillaði var að hjálpa öðru fólki að komast á staðinn sem ég komst á. Vinur minn sagði við mig daginn út að þau voru semst að útskrifast úr hagfræði. Ég fór náttúrulega til Tansaníu og Madrid, þannig að ég á 1 ár eftir og hann bara eitthvað svona, við uxum svo mikið sem manneskjur í skóla og ég var bara eitthvað, nei, það var ekki skólinn sem gerði það verkum að ég manneskja sem ég er í dag, heldur Dale. Veist, það er út af því ég fór í Dale og ég bara fekk einhvern veginn trú á sjálfur mér hver ég er, þannig að það er ekki it's not school for me. Það var actually bara að fara á Dale. Þannig að það er svona það sem heillaði mig að þú veist, annað fólk fá líka þessa tilfinningu og það er svo empowering að gera líka hluti sem eru erfiðir og það er ógeðslega erfitt að þjálfa á Dale. Það er mjög erfitt. Okay. Það er sko að vera Dale Carnegie þjálfari, þetta er mest rewarding starf í heimi. Þetta er ógeðslega gaman. En þú ert aftur á móti að gefa, þú veist, þína orku og þetta er eins og með fyrirlesturinn, þetta var ógeðslega gaman en eftir á, ég var bara, ég lá á gólfinu eftir á og ég var bara oh my god, ég er dauð og þú veist, þú ert bara að gefa öðru fólki orkuna þína sem þýðir að
það minnkar þín orka sem þú veist þess virði, þú bara ferð og recharge en þú veist, þú ert samt bara drained en samt gaman, samt geggjað en draining þannig að þú veist að fólk haldi ekki að maður sé alltaf bara þú veist þetta alveg bara svona þú ert að taka af þínu batteri til að gefa öðrum batteri og það líka það sem heitir vá hvað það hljómar vá hvað það æði ég veit það, þetta er mjög wholesome geggjað hvað var erfiðast við þetta, finnst þér? Ferlið að vera til Carnegie þjálfari þetta alveg fyrir eitthvað strikt prógram og þú ert bara, þú veist, prófið bara 6 dagar þar sem þú bara mætir og síðustu 2 dagarnir þá ertu í rauninni með svona pröfunámskeið og þú fær bara svona ákveðin hluta og þú ert kannski frá 8 til 10 á kvöldi, þú veist, og síðan þetta bara þannig í 6 daga og þú þarft einhvern veginn bara, þú veist, vita allt sem þú ert að segja, þú ert að, þú veist, coacha, þú þarft að setja verkefnin og þetta þarf alltaf að vera svona innan ákveðið structure og síðan eftir að fá gagnrýni en þú veist, þú ert samt að samglegast öllum öðrum sem gengur vel þá það sé gangi illa. Þetta bara mjög svona mentally erfitt. Þannig að ég myndi segja að það hafi verið svona erfiðast að fara í það. Og fyrsta námskeið þegar þú stendur bara einn og þetta bara svona, jæja, nú reddar þú þig bara og maður bara svona, fuck, ég veit ekki hvað ég að gera. Og síðan bara leiður maður hendi sér, skilur þá bara svona, ok. Ég græði þetta, þú veist, ég reddaði mig bara vá hvað þetta hljóma gett svona rewarding þetta það sko, 100% og líka bara, þú veist, fyrir því sem einstakling út af þetta svo erfitt þannig að þú ert bæðið að sjá annað fólk vaksa og þú ert einhvern veginn að vaksa líka sem einstaklingur þannig að þetta er mjög rewarding alveg 100% geggja að læra bara svona inn á sig sjálfan einhvern veginn 100% og fara í bara svona eiginleik og eins og við gerum á fyrirlesturum þú veist með þarna orðin að þú veist að fara bara að hugsa út af því að þú veist þetta er tekið úr deil og við hefum gert þetta á deil Carnegie námskeiðum og bara svona að fatta bara svona fyrir hvað viltu standa bara svona þú veist þótt að traust sé ekki eitt af 3 mínum efstu þá þýðir ekki að ég sé fara að svíkja það er bara svona ég vil bara standa fyrir það að það sé alltaf gaman í kringum mig að bara svona fatta af hverju viltu ekki hafa heiðarleika og af hverju viltu ekki hafa þetta þannig að það var mjög rewarding að fara í gegnum svona ferli og fara bara að pæla í þú veist hvað þú vilt í rauninni hvað þú vilt standa fyrir geggja, vá hefur þú alltaf verið með þetta fearless attitude eða þurftirðu að þjálfa það upp með tímanum? Sko í grunnskóla þá var ég algjör svona þú veist ef ég ætlaði eitthvað þá bara fór ég þangað og ég var mjög svona stjórnsum og ég var bara hérna skilur og ég fekk alveg ofta að heyra bara þú ert svo stjórnsum og það var þú veist þetta var notað í svo neikvæðri merkingu bæði að þú veist hérna ættingum mínum og síðan líka af hérna krökkunum sem voru með mér í skóla og svona og síðan þegar ég fór í menntaskóla þá bara svona dró ég mig alveg í hlé og ég fór ekki eitt nemendaviðtal ég fór ekki eina nefnd þótt mér langaði alveg þá bara ég gerði ekkert tengt þú veist skólanum félagslífinu í skólanum og ég eiginlega bara svona var bara með mínum vinum og ég var kannski ekki mikið að kynnast fólki fyrir utan bekkinn minn og þú veist ég var alveg hitt krakkar sem voru í Versló 99 og þau bara eitthvað svona já, í hvað skóla varst þú? Og ég eitthvað, Versló það? Og ég eitthvað svona já, I know þú veist það sem ég var bara, ég var bara í fótbolta og síðan einhvern veginn fór ég í hérna háskóla og þá bara komið allt og þá var líka ég búin að fara á deil og þá náði ég mitt að breyta sem ég sagði áðan veist, þetta var ekki stjórnsemi, þetta var meira að vinna með fólki þannig í staðan fyrir að vera eitthvað svona þú ert að gera þetta, þú ert að gera þetta þá er þetta bara svona við ætlum í sameiningu að gera þetta þannig að ég hef ekki alltaf verið svona hérna, þú veist, bara svona beinskeitt og ætlað að fara það sem mig langaði en það hefur alltaf svona verið kannski inn í mér en síðan tók að smá svona fór í smá dvala í smástund og síðan kom það aftur í bara svona öðruvísi búning ekki svona, ekki jafn harsh og meira bara svona markmið að vinna með fólki í staðan fyrir að stjórna fólki og það er, þú veist, munurinn á stjórnendum og bara leaders þú veist, leaders eru með í öllu á mann stjórnendur eru bara svona þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta og það af eigin reynslu virkar
verr en að vera, þú veist, með Já, vera lítir í Já. öllu með fólki, sko. vá, þurfti alveg að heyra þetta, sko. Eða þú veist, bara svona geggjað einhvern veginn. Að ég veit ekki, mér líður alltaf eins og maður á einhvern veginn að búast við að, þú veist, ef einhver er einhvern veginn svona, þá er hann bara svona, skilurðu. Og að það er svo geggjað að einmitt fara, eða kannski ekkert endilega fara í einhverja sjálfsvinnu eða Svo eitthvað, þróað skilurðu. áfram bara. Já, eða bara svona, bara þegar maður fattar, ef maður er eitthvað óánægður með eitthvað, skilurðu, og leið að maður fattar hvernig maður getur snúið þessu við, skilurðu. Algjörlega. Það er geggjað. Algjörlega, og ég, þú veist, var á leikskóla í 3 ár og ég man, þú veist, áður en ég fór í háskóla og ég man að það var alltaf verið að segja, þú veist, það var í raun alltaf beði krakkana sem eru svona hugrakastir, þú veist, sem eru kannski bara svona meira out there og svona, það er alltaf einhvern veginn bara svona, hún svo frek og já, hún svo dututu, hún svo hávar og eitthvað, þú veist, ég hef alltaf sagt að það er í rauninni, það er auðveldara að vera stór karakter og þú veist, minnkaði aðeins niður eins og þú veist þarna í staðan fyrir að vera hávær og í staðan fyrir að vera stjórnast í fólki, þá bara svona minnka maður það, setur það í annan búning til að í rauninni, til að allir í kringum haldi virðingun líka. Já. En ef þú ert með krakka eða þú veist fólk sem er inn í sér, þá miklu erfiðara fyrir þau að koma út heldur en þú veist að taka hitt fólki og bara svona tóna það smá niður. Þannig að það er aldrei neikvætt að vera of mikið eða of hávær eða þú veist eitthvað. Út af það er alltaf miklu auðveldara að þú veist kenna því fólki að ná að beita þeim eiginleikum heldur en að búa til nýja eiginleika í fólki sem er ekki nóg mikið á þér. Já. Þannig að það er aldrei neikvætt að vera of mikið eða hávær eða neitt svona. Einmitt. En hvað myndirðu mæla, eða þú veist, hvernig myndirðu hjálpa, þú veist, ef þú myndir hjálpa ykkur að maður svona get out there? Já. Hvaða ráð myndir þú gefa? Það er svona eins og við tölum á fyrirlestrinum, það er bara, þú veist, gera erfiða hluti og þetta þarf ekki að vera eitthvað svona byrja að breakdansa í kringlunni, skilurðu, þú veist, þetta þarf ekki að vera eitthvað svona, byrja eitthvað, hvað heitir það, svona mopp, svona dance mopp eitthvað, það sem allir byrja eitthvað að dansa, skilurðu, eða bara syngja í kringlunni, þetta þarf ekki að vera eitthvað svona það mikið á þér að þú ert bara eitthvað embarrassed eftir það, þetta er meira bara, þú veist, fara og labbaðu ekstra hægt yfir hérna gangbraut og þú veist maður áður alveg til eitthvað svona ef bílar er að bíða eftir manni að maður er eitthvað svona því ég þarf að drífa mig, sorry þú veist í staðan fyrir bara hægðu bróðir labbaðu bara ekstra hægt ekki eitthvað svona til að tefja aðra heldur bara til að segja við sjálflega bara það er í lagi að ég labbi bara mínum hraða yfir yfir þetta ég hef stundum þú veist ef maður í vinnunum minni er svona mötuneyti og þú veist þegar maður er að skila matnum þá er oft svona löng röð þú veist maður setur gaffalinn og hnífinn og diskinn og eitthvað ég hef stundum bara bara svona gripið sjálf í að maður er bara ok, síðan er það út af því það er svo löng röð ég vil ekki láta alla bíða og þú veist núna er ég farin að vera bara eitthvað ég bara tek af síðan bara setjum maður diskinn og síðan bara hnífurinn fyrir hér gaffallinn fyrir hér og síðan bara brosum maður til næstu mannesku og heldur áfram og bara svona litlu hlutir bara svona, heyrðu já, ég má alveg taka auka 30 sekúndur í að skila matnum mínum eða þú veist, ef þú ert í mötuneytu og þú ert að velja þér mat, þú þarft ekki bara dun, þú mátt alveg bara svona langar mig í þetta nei, mér langar ekki ok, jú, heyrðu, mér langar þú veist, það er í lagi að taka bara svona 10-20 sekúndur í venjulega hluti og við erum einhvern veginn alltaf drífa okkur að gera og það er að sama með hérna að taka pening út á kortinu sínu þú veist bara taka pening út á kortinu sínu fá synjunina og síðan stendur bara þú veist að millifæra og þetta er ógeðsleg 1 mínúta þetta er sko ógeðsleg 1 mínúta en bara svona þú lærið að þú mátt alveg taka tíma það skiptir engu máli á þetta fólk býði auka mínútu það er bara allt í lagi og það er að sama með þú veist þegar þú fyrir í atvinnuviðtal eða launaviðtal bara má bjóða vatn, já, það má bjóða með vatn bara út af því að þú veist, með því að gera þetta ertu alltaf að tikka í bara svona, ó já, ég skipti máli ó já, ég má taka pláss ó já, ok, þú veist, það gerðist ekkert þetta verður alltaf, þá get ég beðið eitthvað meira næst þannig að, þú veist, segjum að þú farir í 5 ári röð í launaviðtal og þú beðir vasklas í hvert einasta skiptið en þú byrður aldrei launahækkun en þú ert alltaf eitthvað svona byrju, já, ég bauð hérna, ég vildi fá vatn hvað segir maður?
ég sagði já við að fá vatn allavega, að þá eitthvað svona, ok, býtu, þá get ég alveg núna á 5. ári í röð, þá get ég alveg beðið 10 skall í launa eitthvað. Og þá bara eitthvað svona, þá færðu það. Og þá kannski næst geturðu, þegar þú væri í næstu vinnu geturðu boðið ennþá hærri laun eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er bara svona, það eru litlu hlutinir sem bara svona safnast upp. Já, einmitt. Þannig að það eru the first steps að fá sjálfstyrkt. Einmitt. Geggjað. Hvað þýðir það fyrir þig hard decisions, easy life? Oh, my favorite! Já, þetta var eitthvað sem ég tók alveg mjög mikið út úr þessu. Já. Og getur þú gefið dæmi úr þínu eigin lífi? Já, sko, hard decisions, easy life er náttúrulega uppáhaldsmyndi mín í geiminum. Og það er þetta að þegar þú tekur erfiðar ákvarðanir eins og þetta bara, þú veist, það er erfiðara að taka sinn tíma að skafa af disknum heldur en hann bara drífa sig fyrir annað fólk. Þú veist, það er miklu auðveldara. Það er auðveldara þegar langar ræktina eða þegar langar ekki ræktina að beila heldur en að fara. En ef þú heldur áfram að taka alltaf easy decisions, þú veist, sama hvort það sé vinnan þín, heilsan þín, þú veist, bara hver þú ert í sambandinu þínu, það er miklu auðveldara að láta bara allt slæta heldur en að vera bara svona, heyrðu, þetta er ekki lagi, þarna fórst þú yfir mitt, það er svo miklu auðveldara. Og eitt dæmi er bara fjölskylda mín að koma upp smá fjölskyldu ágreiningar 2021 og bara það voru mjög lítil samskipt á milli. Og sko, auðvelda fyrir mig var að tala ekki við þau. Þú veist, það var auðveldar í rauninni bara svona, þetta er bara í gangi, ég ætla bara að lifa mínu lífi, þau lifa bara sínu lífi. En þú veist, því lengra sem leið á tíman, því erfiðara var þetta því að því meira upplifði mig eins og ég væri ein. Já. Það erfiða, þú veist, hard decisions var að fara, hóa allir fjölskyldunum saman og vera bara, hey guys, hvað er í gangi hér? Og það er eitthvað sem, þú veist, ég valdi the easy decisions ógeðslega lengi, þangað til að lífið mitt var bara orðið það erfitt fjölskyldulega séð. Ég var bara eitthvað svona, I can't do this anymore. Og þá, þú veist, eins og í myndinu, þú veist, flaggið var hér og ég var bara klifrandi upp, þú veist, vegg sem var literally á móti mér, sko. Og þá þurfti ég bara að taka erfiða ákvörðun, hóa allar fjölskylduna saman og þá var bara rætt. Og núna eyði ég, þú veist, öllum jólum og annarkvort jólum með áramótum heima hjá þeim og við erum bara mjög tæt í dag. En þú veist, það þurfti þetta erfa samtal þar sem ég var bara með hnútin í maganum og allt þetta. Og núna út af þau búa ekki, sem sagt, þau búa út á landi. Núna að þau koma hingað og frænkur mínir eru að keppa, þá er bara heyrt í þeim bara, hæ, viltu koma að horfa með að keppa? Þá bara, já, auðvitað. Þannig að þú veist, þetta er líka þannig að lífið mitt núna er orðið meira easy út af ég og, þú veist, auðveldara með að tala við fjölskyldunum mína, ég er ekki eins ein, ef það er eitthvað þá get ég alltaf að leita til þeirra. En ég þurfti að taka ógeðslega erfiða ákvörðun að ræða við þau. Og það er ógeðslega erfitt að tala við sérstaklega fjölskylduna út af því að þú velur ekki þetta fólk, þetta er bara einhvern veginn, þú veist, lífið valdið bara þetta fólk fyrir þig, ekki það að þú veist þetta sé slæmt fólk, alls ekki, en bara svona, þetta er ekki eins og vinir sem þú getur bara kattað og þau halda bara með sitt líf og þú veist, þið eru alltaf tengd, þið eru að fara að hittast í alls konar fermingum og giftingum og allt svona, þannig að, já, sem er líka, þú veist, easy decisions, ef þú velur það að tala aldrei við þau því það er auðveldara, þá verður lífið líka erfiðara út af því þú munt hitta þau einn daginn og þá verður þetta bara eitthvað svona já, þú segir það og maður er bara eitthvað svona þannig að lífið verður erfiðara en núna, þú veist, ef ég myndi hitta í fermingu eða giftingu eða eitthvað, þá er ég bara eitthvað svona hvað segir ég, þú veist, þá spyrir þau mig hvað er að frétta á mér, þannig að bara svona þú veist, það er að taka þetta hard decisions easy life á í rauninni allt, þú veist, ég myndi eins og ég segi, ræktina, vinnuna, ef þú ætlar aldrei að sækja launaviðtal, þá ósjálfrátt færðu alltaf lægri tekjur, þú veist, miðað við bara hvert verðbólgan fer, sem þýðir að lífið utan vinnu verður erfiðara, húsnæði, matur, þú veist, fjárhagslega verður erfiðara. En ef þú ákveður að fara alltaf í launaviðtal, þú fær kannski alltaf nei, en á endanum færðu já, sem þýðir að lífið þitt verður auðveldara og þú færð, þú veist, hærri tekjur. Þannig að það er raunin hægt að setja þetta á bara everything. Þannig að ég elska hard decisions easy life. Já, þetta er, þú ert alveg búin að koma mér upp á þetta líka, sko. Ég man ekki þetta, ég var eitthvað að tala um þetta líka eitthvað tíman, ég man bara ekki nákvæmlega dæmið, sko, en ég var bara eitthvað hard decisions easy life, ég man ekki alveg hvað það var.
en þú veist. En þú veist, ekki miskilja, það ekki eins og ég sé alltaf bara, þú veist, ég tek ekki hard decisions Nei, bara endalaust, já. skilur. Þú veist, það mjög óraunhæft að manneska sé bara alltaf í hard decisions, þú veist, ég fór síðast í rektina á mánudaginn og það núna sunnudagur, skilur, þú veist, það komin vika síðan. Ég hefði alveg getað farið, en ég valdi the easy life, sem þýðir að núna, ég ekki, þú veist, eins og það núna, ég ekki af confident, ég bara ekki af svona, þú veist, örugg í mér, mér líður ekki eins og ég sé heilbrigð, sem rauninni út ég tók easy decisions alla vikuna, sem því að núna á sunnudegi, þá ég að eiga erfiðara líf og ég ekki að productive út af afleiðingunum af easy decisions. Já. Þannig að það ekki raunhæft að ykkur taki alltaf hard decisions, bara alls ekki. Vá, hvað það flott dæmi, þetta líka bara svona bara geðvægt realistic einhvern veginn 100%. Út af því að þú veist, ég hef líka alveg fengið spurningu bara svona, hvernig getur alltaf verið, og ég bara svona það ekki alltaf þannig. Það bara, þú veist, jú, ég detti í svona zone, en þú veist, ég reyni mitt allra besta að sýna líka hina hliðina. Það oft bara svona eins og á TikTok, ég ekkert ógeðslega mótiveruð að taka upp símann og vera bara eitthvað svona guys, mér líður bara ekki vel, þú veist, þetta bara einmitt, það og eins og núna, ég í smá svona dal, en mér langar ekki að taka upp símann, mér langar ekki eins og mála mig, skilur þá langar mig ekki að taka upp símann og vera bara eitthvað svona, heyrðu, borða pizza í gær, hamborgara daginn á undan og í dag ég að fara að fá mér, þú veist, kebab eða þú veist, mér langar þetta bara ekki mótiverandi og þetta getur líka komið út eins og ég sé bara svona kvarta hvað lífið mitt ömurlegt og ég passa mig mjög mikið á mínum miðlum að allt sem ég geri mjög jákvætt, þú veist, þetta á alltaf vera jákvætt en realistic en jákvætt og þú veist, uppbyggilegt, mér langar aldrei eitthvað svona, þú veist, mér langar ekki að tala illum fyrirtæki, illum fólk, illum, þú veist, einhverja reynslu eða eitthvað svona, þú veist, ég bara vil ekki eyða orkunum minn í það og þetta bara svona það sem þú gefur orku minn vaksa. Þannig að ef þú ætlar að einbeita þér að því neikvæða, þá mun meira neikvæð koma inn í lífið þitt og það bara not a possibility. Nei, það not an option hjá okkur. No, það ekki an option. Þannig að það alls ekki þannig að maður alltaf mótiveraður og tekur alltaf hard decisions. Bara við að meta hvað mikilvægara en annað. 100% og síðan líka, þú veist, stundum þetta bara tímabil eins og núna, ég í hérna 80% vinnu og 50% skóla og með 2 deilkarningi námskeið og að reyna að halda og að reyna að halda, þú veist, miðlunum minn gangandi og hreyfingunum minni og þú veist, allt þetta og bara þig, bara og mér og reyna að hætta, þú veist, vinkonum mínar og eiga samskipti við fjölskyldunum mína þannig að, þú veist, þetta bara ógeðslega mikið þannig að eins og núna ég bara í þannig steiti að hreyfing þarf bara að vera undir, þú veist, ég vil það ekkert endilega og þú veist, ef ég fengi að ráða þá myndi ég vilja vera duglegri en þú veist, þegar ég kem heim eftir erfiða viku á föstudegi og ég næ ekki að taka hard decisions og drífa mig á æfingu þá það allt í lagi, þú veist, það þarf að vera eitthvað balans á milli og þegar þú tekur easy decision, þú veist, ég fekk mér ostakott í gær, skilur mig þú veist, það ekki, ég ekkert eitthvað oh my god, þú bara löt og lífið þitt verður bara erfitt, það bara svona ég þurfti þetta bara og þá tökum við bara erfa ákvörðun á morgun og þannig það bara þannig að þetta þarf að vera balans á milli, sko, 100%. Vá, ok, geggjað að líka fá svona realistic hlið af öllu af því að mér finnst líka stundum vanta inn á samfélagsmiðla þegar það gengur eitthvað á heima eða eitthvað og manni langar engan veginn að taka upp símann, skilurðu þá gerir maður það væntanlega og síðan ef þetta í, þú veist, marga dagar í röð eða eitthvað og einhvern veginn nær ekki að gera það sem manni langaði að gera, það líka allt í lagi að kannski ekkert endilega deila persónulega hvað það gengur á, skilurðu, en bara þú veist, segja ok, ég ekki að segja að það þurfi þetta hljómar svolítið eins og eitthvað ég að segja að þarf að gera svona, en þú veist, ég hef verið að gera bara eitthvað ég ekki búin að fara í ræktina í 2 vikur, ég er búin að gera þetta og ég nenni ekki að mála mig, skilurðu þú veist, bara segja ok, ég gerir náttúrulega, þú veist, líka alveg svona get ready with me, skilurðu, og þá ég stundum bara svona að put it out there, skilurðu en mér finnst stundum að fara alveg í mig, skilurðu, að maður in your svona rot hole skrolla og maður sér
allar þessar bodybuilder Já. gellur og fólk að vera innvætaður í þetta og fara til útlanda og eitthvað. Þannig að þótt að maður persóna á netinu skiluru, þetta lítur ekki alltaf eitthvað geðvægt fullkomið út skiluru. Bara alls ekki, sko. Þannig að Bara 100% ekki. Ég líka, sko, þetta ógeðslega góður punktur. we are people líka skiluru, We are people. að fara í gegnum upp og niður Já, tímabil. mér langar líka að út úr að segja þetta og svona, þú veist, maður fær einmitt, maður, þú veist, sér fullt af einhverjum svona gælum vera bara vöknuð klukkan 6, Já, fóru í ræktina, einmitt. þú veist, allt þetta og þetta svo mikið hvernig þú horfir á þetta út af því að, þú veist, ég hef alveg dottið í þennan gír að maður bara svona, ó, ég svo ömuleg og eitthvað en sko ég orðin núna þannig að bara svona, ef þú vaknar klukkan 6 flottu þér, þú veist, ég bara svona I'm staying in my lane út af því að ef þú ert alltaf, þú veist, ef þú ímyndaði bara svona sundbraut, skilurðu og þú ert bara synda beint en síðan ákveður að fara að kíkja hvað, þú veist, hinn einstaklingurinn og hinu brautunum að gera, það sem gerist það hægir á þér. Já. Þannig að, þú veist, leiðu þú sérði eitthvað og ég hef alveg séð mér TikTok sem eitthvað svona getum við hægt að fara á TikTok og sýnt, þú veist, eitthvað, nú ætlum ég að gera get ready with me sem realistic, eitthvað svona. Já. Og ég fæ alveg bara svona, hver þú að segja ykkur öðrum hvað realistic fyrir þeim, eins og, þú veist, eins og þessar stelpur sem að gera sér TikTok, hverjum ekki saman? Eða, þú veist, ég bara svona, af hverju þurfum alltaf að vera líka með eitthvað svona, ég vaknaði klukkan 11, fór og gerði ekki neitt, eins og sé verið að skjóta á, þú veist, mannesku sem að standa sig gett vel. Já, og ég fæ einmitt. alveg bara svona, hvað meinaru? Já. En nýja uppáhaldsmyndi mín þessi. Sorry, vá, lesblindan fara með mig. Sko, þetta losers focus on winners and winners focus on winning. Og ég sína þeim. Já, þú sendir mér þetta síðan bara, Já. ég seti þetta í... Já, en þú veist, það nefnilega málið að þú veist, þeir sem eru bara að fókus á sína braut og eru ekki að koma á TikTok og eru bara eitthvað svona oh my god, það svo unrealistic að gera og eru að skjóta á aðra að það fólk sem þú veist, að hægja sjálfum sér á meðan þú veist, þessar stelpur sem að gera sér get ready with me þær eru ekki að einbeita sér að þú vaknar klukkan 11 og þú veist, það ekki persónuleg árás á allt fólk sem vaknar klukkan 11 að þær vaknuðu klukkan 6 þannig að mér, þú veist, það hægt að sýna realistic dæmi og vera bara svona, veit ég hvað, ég er bara ekki on it í dag og það bara allt í lagi en svona, já, það þessi skot sem ég smá eitthvað svona og það einmitt, þú veist, eins og ég var að segja með viðhorfið, bara svona, ef þú sérð næst svona og þú ætlar að vera svona, ég er ekki búin að vera svona dugleg, að vera bara svona, hvað hún dugleg, geggjuð, ég ætla að taka þetta og setja þetta yfir á mig. Já. Að þá ertu, þú veist, strax að taka eitthvað jákvætt og í rauninni fá inspiration frá öðru. Að fá inspiration frá öðrum eitt bara mesta life hack lífsins. Í staðinn fyrir að nota þetta til að rífa aðra niður og sjálfa þig. Út af því að, þú veist, ef þú ætlar, hvernig, oh my god, ég var uppgöt eitt um daginn. Þetta einn stærsta uppgötun sem ég hef held ég gert. Hvernig þú talar annað fólk hvernig, þú veist, endurspeglar hvernig þú talar þig. Þannig að þú veist, eins og bara daginn var ég í umræðu og það var eitthvað að segja hvort það var hvað Gummi Emil eða hvað Beggi Ólafs eða eitthvað fyrir asnalegir. Og bara svona, og ég sat þarna og ég eitthvað svona ok, I get it, þú veist, ég skil the point of view en á sama tíma ég bara eitthvað svona en þeir eru þá allan að reyna, þeir eru þá allan að gera eitthvað og síðan, þú veist, endurspeglaði ég skoðanirnar hjá þessu fólki á þeim og mér ég að reyna og þess vegna hef ég skilning fyrir því að þeir sé að reyna út af því að, þú veist, mér finnst alltaf lægi að reyna út að ég að reyna og þá eru þeir líka að reyna og bara gott við erum ekki að reyna að gera eitthvað öðru í sig en þú veist, þetta fólk sem hafði þessu skoðun ekki að reyna út af því að þeim finnst það asnalegt þegar annað fólk að reyna og þá muni þau væntanlega ekki fara eftir þessi þeim langar þannig að þú veist, hvernig þú talar annað fólk hvernig þú talar þig þannig að bara svona, segjum sér dæmi þetta fólk bara, Beggi Ólafs, hvað hann að reyna að gera út í LA þegar það ætla síðan að fara að gera eitthvað þá segir það, hvað ætla ég að reyna eitthvað að gera þetta, nei ég mun aldrei geta það ok, fæn, þá myndu þú aldrei geta það þannig að þú veist, einmitt, hvernig þú talar annað fólk hvernig það talar hvernig þú talar til þín oh my god, vá en á uppgötun lífsmynd shit, þetta svo satt einmitt af því að, þú veist, það hefur alveg
einmitt þetta verið sagt við mig, þú veist, ég er líka með bara nákvæmlega sama dæmið, nánast, bara, þú veist, ég var bara eitthvað að segja, þú veist, það var eitthvað að segja við mig bara, þetta er gett feikja þessum eitthvað, þú veist, einmitt bara, hvað er hann að reyna, eitthvað, þetta er svo cringe, bara, og einu sem ég sá var bara, þetta var gett vel, þetta vídeo, bara, þú veist, ógeðslega flott og bara, og þú veist, af því að maður er einhvern veginn að gera það saman, ég sjálfa, ég var bara, þú veist, og líka ég var bara eitthvað, damn, þú veist, af hverju skjóta þannig, ég basically gera það nákvæmlega sama. Ángríns. Þannig að maður var bara eitthvað, þú veist, þetta fór ekki einu sinni í gegnum hausinn á mér að vera bara eitthvað, cringe, bla, af því að ég sjálf að reyna eitthvað. Ég veit það, þess vegna, þú veist, þetta er svo fyndið og þú getur reyni, þú veist, bara á því að, þú veist, að hlusta á fólk, hvernig annað fólk talar eða hvernig fólk talar annað fólk, þá getur þú siktað út bara svona, þú ert ekki mannska sem ég vil vera í kringum, út af því að, þú veist, þú ert að tala svona þau, hvernig talar þú þig, sem því að þú ert ekki með sjálfstraust og then we don't coexist, sko. I'm sorry. Þannig að, wow, girl, þú ert bara make me realize a whole nýtt svona point of view, sko. Shit. Ok, frá þessu í annað. Já, þú sagðir frá því á TikTok að þú varst að bóka fund með framkvæmdastjóra? Já. Er það ekki? Jú. Með forstjóranum og forstöðumanninum. Já. Segjum bara, ef það er einhver að hlusta, skilur, sem að væri til að gera það sama, hvaða ráð værið þú með til þess að bara hafa hugrekkið í, af því það tekur alveg á, það eru allir misjafnir, skilur, með misjafnt sjálfstraust. Bóka bara fund með. Já, sko þetta er svo samblanda af tvennu, þú veist, það er þetta hard decisions, easy life, skilurðu, og síðan er þetta líka bara, þú veist, mig langar að vinna við eitthvað, þú veist, eins og við tölum áðan, sem, þú veist, ég myndi gera þótt að ég fengi ekki borga fyrir það. Og eitt besta dæmi er þú veist, bara segjum að þú myndir vinna í lottó, þú vinnur 1 milljarð í lottó. Hvað myndirðu gera á morgun? Þú veist, myndirðu labba aftur inn í vinnuna þína? Eða myndirðu vera bara eitthvað svona, heyrðu, fuck this, ég er farin, ég ætla að fara að gera þetta. Þú veist, þannig að bara svona, mig langar að skapa það líf fyrir sjálfa mig, að þótt ég vinni lottó, jú, ég fæ kannski fleiri útlandaferðir og ég er lengur í útlöndum, skilurðu, en ef ég myndi vinna í lottó, þá væri ég ennþá að koma fram fyrir framann fólk, ég væri ennþá, þú veist, á TikTok, ég væri ennþá í hreyfingunum minni, þannig að mér langar að skapa líf fyrir mig að þegar ég vinni í lottó, 1 milljarð, skilurðu, að þegar það kemur, að ég reyni, þú veist, líf mitt breytist ekki, þú veist, ég er að lifa nákvæmlega eins og ef ég ætti fullt af peningum. Já. Þannig að, og þetta var alveg svona, já, og þú veist, eins og ég var að vinna á leikskóla, elska að vinna á leikskóla, en ef ég hefði unnið í lottói, þá hefði ég aldrei unnið svo mikið, því ég hefði unnið kannski til hádegis, bara til að fá, þú veist, gleðina og það er ógeðslega gaman, en þetta er samt draining og maður er bara að gera fyrir pening í endan. Já. Þannig að, já, þetta kom svo út frá því að mér langar að vinna við eitthvað sem ég myndi vilja vinna við án þess að fá greitt. Já. Og þá ákvað ég bara að sækja það tækifæri, ógeðslega erfitt. Já. Ógeðslega erfitt. Já. Og ég var svo stressuð fyrir þessu. Og þetta eru, þú veist, menn sem ég hitt á hverjum einasta degi. Ég hef bara samræðum við þá á hverjum einasta degi nánast. Og ég var bara hrædd að pitcha einhverju hugmynd. Og já, þannig að það er meira bara svona að pæla í hvernig líf þú vilt in the end of the day. Ef þú vilt bara sætta þig við eitthvað 8-4 starf bara fyrir peningin, go þú, skilur that could never be me. Nei, en bara, já, þannig að það er svona hard life, easy decisions og svona ef ég myndi vinna í lottó, hvað var ég að gera? Og maður gætt geggjað, hefur það gerst að þú hafir þórað einhverju en fengi nei, og hvernig tókstu við því? Já, ég fengi nei. Sko, þú veist, eins og með þetta starf, þú veist, ég fekk ekki, já, þú mátt fá, þú veist, þetta starf, en það var sagt mig, þú veist, en þú mátt taka meira þátt í þessu starfi, skilur, þannig að ég fekk ekki nei, en ég fekk ekki já, en eitt sem ég hef fengið bara nei í andlitið, og það var, ég spurði strák hvort það vildi koma með mér á date. Ok! Og þú veist, His loss, sure. Okay, já, en já, og þá var bara eitthvað svona, hann sagði bara svona, ég er að hitta aðra stelpu. Og ég var bara eitthvað svona, ok, fair. Okay. Respect. Bara góð þú, skilur. Já, en þá fekk ég alveg nei og ég var alveg svona,
ok, Já. þetta var vont, út af því að þú veist, Damn. ég var búin að mana mig upp í þetta í Já. ógeðslega langa tíma. Ó, Að hérna, Hvað að gerðirðu fá síðan eftir? nei. Hvernig leiði þér eftir það? Hvað gerðirðu? Ég var smá, sko, þú veist, út ég var búin að mana mig upp í þetta svo lengi, að ég var smá bara svona, ok, nú er þetta var smá léttir, út af ok, því að, þú já. veist, ég var búin að vera ætla að gera þetta í svo langan tíma og þarna var ég bara að koma með svar og þetta er smá bara svona, já, það var bara svona clarity, en samt var þetta smá svona, ok, höfnun Já, ái, þannig að, já, þetta var svo, þú veist, ég fór til Tansaníu stuttu eftir þetta, þannig að ég bara fór og lived my life, þannig að Ok, queen. Ok, love that coping mechanism, sko. þannig að við hérna, já, við bara höldum áfram, Já, það er, en já, jú, maður fær auðvitað nei. já. Og það að vera 2005 og spyrja strákadate er fucking hard as shit. Akkur er þetta svona erfitt? Nei, andjóks. Eins og ég segi, ég var marga mánuði að manna mig upp í þetta. Já. Þannig að, já. Mér finnst líka bara svona einhvern veginn dating síni vera svo, ég náttúrulega ekkert að tala að reynsli, ég er búin að vera í sambandi í næstu 3 ár, Já. sko. En hérna, þú veist, ég á single vinkonur, skiluru, og þær eru allar bara að væla það sama, þótt að þær þekkjast ekki, skiluru. It's hard out there. Já, Samt, hvað er í gangi? Nei, ég veit ekki. I don't know. Já. En samt, þú veist, síðan kemur ykkur upp með mér og ég er bara eitthvað svona, þú veist ekki fyrir mig. Já, bara, einmitt. það er ekki eins og ég sé eitthvað svona open Já, to it, einmitt, sko. Bara einmitt. ekki eins og smá. Nei, einmitt. Þannig að þetta er líka viðþorf og ég þarf eitthvað að fara að laga. Nei, bara hafa standardana Já. hátt uppi. True. Sérstaklega þegar maður er með skýra stefnu og True. Það er rétt. bara með, þú veist, Það er rétt. einmitt. Know your worth. Já, einmitt, þarna koma. Hvað þýðir girlboss fyrir þig og hvernig getur maður channelað þá orku í daglegu lífi? Já, sko, ég veit ekki hvort það sé bara ég, en mér finnst, þú veist, stelpur, við erum ofta eitthvað svona, viljum ekki láta mikið fyrir okkur fara og eitthvað svona, og mér strákar oft vera bara eitthvað svona, þeir eru kannski búin að vinna í einhverju vinnu í mánuð og þeir eru bara eitthvað, já, hvernig kemur launahækkunin mín, og maður er bara eitthvað svona, hvar fékkstu þá delusion in your head að þú ættir skilið launahæð, maður er bara eitthvað svona, þannig að ég reyna bara að channela my inner man. Ég er ekki að greinast, bara svona manly orkuna mína. Þú veist, ég set á tónlist sem er bara eitthvað svona channeluð af bara svona éta rándýra orku. Og stundum er ég á leiðinni í vinnuna og ég er ekki on it og þá bara, þú veist, klæði ég mig í kannski svarta drakt morguninn og síðan hendi á bara eitthvað svona semi-tónlist sem væri undir ef ljón væri að, þú veist, veiða bráð. Það er ég í bílnum og ég er bara fuck já, ok, let's go. Geggjað, vá. Þannig að, þú veist, já, og ég veit að þarna Eva og Silvía sem voru með Normið podcastið, þær bjuggu til eitthvað svona krókódíla playlista og það er, þú veist, svona manly orka, þetta er svona, þú veist, ég elska bara svona, ég segi mjög oft eitthvað svona, þú veist, að ég sé rándýr og ég sé mannæta og ég veit þetta er ógeðslega creepy en þú veist, það kemur frá þessari, þú veist, orku og mér finnst einhvern veginn mannætur og rándýr þeir láta bara ekkert stoppa sig og þau fara bara eftir, þú veist, bráðin og fara bara eftir það sem þeim langar, þannig að, þú veist, þegar þú finnur bara í bara beinunum þínum að það er eitthvað svona að tikka inn í þessa orku inn í þér, settu það á í daglega lífi. Það er, þú veist, girlboss er sem ég bara kona með kallæga orku fyrir mér allavega. Það er eitthvað svona sem stands on business og þetta er mjög mikið eitthvað svona, hérna, staðal ímynd af kallmanni í ykkur business lífi, skilur við, það er svona a manly man og þú veist, það finnst okkur vera girlboss í dag. Reyndar, þannig að, hérna, þaðan fæ ég þessu orku. Bara hlusta lög, channela mig inn í eitthvað svona. Ok, low-key svona smá sidetrack en þú hérna varst í eitthvað svona get girlboss outfiti og þú bara inspireði mig það mikið að ég fór bara í Söru og keypti mér blazer og ég er nefnilega bara alls ekki, ég hef aldrei verið einhvern veginn þannig, stílinn minn er búin að vera svo skrítinn eitthvað bara throughout the years en ég veit það ekki, ég er bara eitthvað, ok, ég get ekki lengur verið í hettipeysunum. Þetta er bara ekki lægi, ég bjó í hettipeysu þannig ég var bara eitthvað hendi mér upp í Söru, fann gett sætan hérna blazer og núna bara þegar ég er eitthvað lítil í mér þá bara
throw that on, Ángríns. throw my boots on 100%. og bara mæti í vinnuna og ég bara, já, viltu kvittun? Ég veit það. Þetta þannig, sko. Já. Og þú veist, ég mitt var sumarstarfsmaður á vinnustaðnum sem ég var að vinna og fekk síðan áframhaldandi út árið. Og þú veist, með þessum, með því að klæða þig eins og þú sért the shit, þótt ég sé bara saklaus sumarstarfsmaður, skilurðu, sem er bara í framlínu, sko. Þú veist, það líka alveg, ég heyrði það, þú veist, það voru konur bara sem voru búin að vinna þannig í, þú veist, 40 ár, bara eitthvað svona, hver lifði þessu barnameir á hælum? Og ég var bara, actually er ég 26 ára, ég lifði mér að sjálf, period. Og ég er bara eitthvað, ætla þú að eyða þínum tíma að tala um að ég sé á hælum, ok, queen. Þannig að, þú veist, ég vann. Já. Og bara ég get alveg ímynda mér, þú veist, annars ég hef heyrt það út frá mér, þú veist, ég er oft í svona drögtum og svona, stundum mæti ég samt eins og Adam Sandler, just saying, skilurðu. Já. Þannig að, hérna, ég get alveg ímynda mér að fólk hefur alveg verið bara svona, býttu, hver heldur hún heila? Og því ég klæði mig ekki eins og venjulega sumarstarfsmaður, skilurðu, ég klæði mig bara eins og ég sé að halda heilli deild uppi, skilurðu. Já. Og það er bara, þú veist, ef það kemur eitthvað hver heldur hún að hún sé, þá er ég bara eitthvað, ég held ég, I'm sorry. Já. Þú veist, svona er þetta bara. Nei, for real. Og ég er bara fake it till you make it kind of thing. Bara channel that energy. Já, og þetta er bara svona, þetta er manifestation í fatnaði, í orku, í, þú veist, þetta er í öllu bara svona. Einmitt, já. Ef maður ætla sér eitthvað, seinasti þátti var líka meira að segja að næst seinasti var manifestations og svona, og hvernig það virkar. Já. Og nei, bara í alvörunni, believe it, skilurðu, að það er 100%. þú munt ná einhverju og síðan líka bara einmitt, þú veist, til þess að bara auka þetta er bara að einmitt klæða sig í ykkur fötum og bara hafa hlutina í kringum þig í svona sömu Ég veit það, út af þú veist, bara ef þú ert að fara á eitthvað fund eða í eitthvað viðtali í nefnd eða eitthvað og þú ert ekki, þú veist, klædd the part, hvernig andskotanum ætli þú að trúa? Einmitt. Þú veist, bara svona ef ég get gert eitthvað til að ég trúi því að ég geti sótt launahækkun, þá klæði ég mig upp eins og ég sé að fara að sækja fucking launahækkun. Og þá bara, þú veist, einmitt, bara svona litlu hlutin sem ég get stjórnað, staplast upp og allt í einu gera það að karakter sem sækir allt sem það langar. Þannig að þetta er bara litlu hlutinir og manneskjörnir sem þú bara umhverfitt. Og ég líka sá daginn eitthvað svona, ef planta er ekki að vaksa eða ef blóm er ekki að blómstra, þú veist, klippuru plöntuna niður eða lagaru umhverfið þeirra. Þú veist, þú myndir vantilega bara taka hana úr pottun sem hún er í, setja henni í nýjan pott, annað stærri eða, þú veist, með annarri mold eða eitthvað, og það er sama með okkur, skilur. Ef þú ert ekki að blómstra í því umhverfið sem þú ert í, breyttu. Út af því það er eitthvað, something is wrong. Já. Það er annað hvort, þú veist, þú ert í vinnu sem þú ert ekki að fíla, þú veist, áttu vini sem er ekki að hæpa þig, það er eitthvað í umhverfinu sem er ekki að næra þig þannig að þú getur blómstrað. Já. Farðu í annan pott, please. Oh my god. Please. Og líka TikToki sem ég sá daginn. Er þú tré? Svo iconic, sko. Nei, þú veist ekki hvað þú ert búin að hafa mikla 100% þú veist, áhrif á annað fólk ef að þetta er farið svona mikið í mig, sko. Það er gott, en þú veist, það er líka það sem ég vil gera, út af því að, þú veist, ég segi bara hluti sem hafa haft áhrif á mig, þannig að ég vil bara halda áfram að láta hafa áhrif á andra fólk. Einmitt. Þannig að, já, það var einmitt spurt mig bara eitthvað svona, býttu, ertu tré eða? Og ég eitthvað svona, nei, og bara akkur þá föstu saman stað, því ég var bara mjög góð punktur. Já, og líka, mér finnst bara svo æði þegar efnið sem að þarf að go viral, goes viral, skilurðu. Ángríns. Þetta var eitthvað sem að þurfti 100% að fólk sem að þurfti að heyra þetta, skilurðu. Og þú veist, inn í end of the day vil ég bara, ef ég fengi ráða, myndi ég vilja bara allir vera elda það sem þeim langar að gera, óháð því hvað aðrir segja, óháð því hvað, þú veist, fjölskylda er að vill. Þú veist, ég vil bara allir séu jafn hamingjusamir í sínu lífi eins og ég er í mínu lífi. Þannig að það er bara, það er the core of it all. Já. Þú fórst að í svona sjálfboðaliða starf í Tansaníu. Já. Hvað hvatti þig til þess að fara og líka bara alla leið þangað? Já, sko, þetta er eitthvað sem mér er búið að langa að gera ógeðslega lengi. Bara ógeðslega lengi, síðan ég man eftir mér. Og það var, þú veist, þetta sama. Mér langaði bara svona lead by example. Að þú veist, ég get ekki sagt öðru fólki að fylgja draumum sínum ef ég er ekki að gera. Og þetta er erfitt. Já. Og þetta var draumur, þetta var bara svona mix of everything.
og síðan kom líka einhvern veginn mótþró inn í þetta út af því amma mín, hún var bara eitthvað svona nei, þú eru bara að sækja plaggið að klára háskóla Já, og ég var bara einmitt. eitthvað en mér langar það ekki, en mér langar ekki að vera með eitthvað háskólagráð eins og allir á Íslandi þannig að þetta var líka sem mér langar að gera eitthvað annað en allir var að gera Já, einmitt. þaðan kom motivationið Já, en Að fara. hvernig fannst þér bara úti? þetta er smá svona surreal og mér líður sem ég hef gert þetta í fyrra lífi mér Já. líður ekki eins og þetta hafi verið ég var í Tansaníu fyrir 8 mánuðum síðan sko, sem ég finnst galið Já, það er orðið svolítið langt Já, síðan. og ég meira þess að koma heim sko í maí Já, þannig að það er bara júlí, Já. júní, júlí, ágúst, september, október það er bara 5 Sumarið. mánuður Já, síðan ég kom heim en mér finnst þess að þetta hafi verið í fyrra lífi Já. þetta var geðveikt, Já. þetta var ógeðslega erfitt, þetta var sorglegt þetta var skemmtilegt sem ég gert þetta er bara svona, þetta var allur skalinn já, vá, já, ég bara fyrir að, þú veist, þetta lítur bara gett svona, einmitt surreal út, ég var eitthvað að skoða page-ið, Já. bara eitthvað í svona safari eitthvað, þú veist, þetta er bara svona allt öðru sem heldur en það sem að við fáum að upplefa hérna, þetta var sko skilurðu. allt öðru í sig Já. og þú veist einmitt, suma daga var maður bara grátandi af sorg og síðan næsta dag var maður bara grátandi af gleði og einn dagur var ógeðslega erfiður og næsta dagur var bara eitthvað svona breakthrough, bara risastór dagur í mínu lífi, Já. þú veist, þannig að þetta er bara þú veist, við kannski byrjum á því á daginn að fara í skólan okkar til 12 voru þar bara með börnum sem byggum við ótrúlega mikla fátækt Já, og síðan kvöldið þá var kannski, vorum við að kveðja eitthvað fleiri sjálfboðaliða sem voru að fara heim og þá fórum við bara eitthvað 5 stjörnu hótel á rooftop bar með, þú veist, espresso geggjað, martini já. og 1000 kall, Já. skilurðu. Þannig að þetta var stundum bara svona andstæðunar voru bara klikkaðar. Þú veist, það sem eins og í skólanum það var ekki klósett heldur, það var bara hóla onni í hérna jörðinni. Já, En síðan, þú veist, satt maður 5 klukkutíma seinna á ógeðslega fínu hóteli, Já. bara fínasta hóteli í Tansaníu að fá þér drykk á 1000 Já. kall, skilur. Þetta er bara, þetta er ógeðslega mikla andstæður. Þannig að það er bara svona, hvernig mér fannst er líka bara einhvern veginn, bara allur skalinn, já, klikkað, sko. myndirðu mæla með þessu? Já, ég ógs ógeðslega mikið Já. með þetta. Og það eiginlega, sko, út af því þegar ég kom heim, ég hélt einhvern veginn að þegar maður kemur heim, að ég myndi vera bara þakklátt fyrir allt sem við eigum hér. Síðan kom ég heim, þannig að maí, júní, og í júní þá var ég bara, kannski svona fram í júli, bara fyrstu 3 mánuðina, ég var bara svona. Þá var bara, ég var ekki glöð, ég var ekki, þú veist, leið, ég var bara ekkert, mér leið bara, ef fólk var eitthvað svona, hvernig líður? Ég var bara svona, mér leið bara svona emojiin sem er með, þú veist, munnin svona, já. það var ég var bara eitthvað svona, og þú veist, ég gerði eitthvað, já, ég fór í útskriftarferð til Króatíu, Já. með, hérna, bekknum mínum sem var að útskrifast úr hagfræði og bara svona, eins og hljómar að fara bara til Króatíu, til Split í einhverju risu villa, þú veist, við fengum bara einkakokk og bara, þú veist, fengum bara, þetta var sturlu ferð, Já, en ég á þessum tíma var ekki eitthvað svona, oh my god, hvað ég er heppin, ég var bara eitthvað svona, sem er ógeðslega skrítin tilfinning komandi frá landi þar sem bara allir eru starving, skilur, Já. fólk er bara að deyja úr fátækt, já, að ég sitja bara á okkur svölum í Já. Króatíu, í ykkur villu með, þú veist, búið að elda onni mig, bara eitthvað svona en þú veist, það var bara þetta, ég var svo ógeðslega flöt að ég náði ekki að upplifa neitt, en svo núna þegar það er kannski mitt 5 mánuðum seinna, þá bara ágúst, september og október er búin að vera, þú veist, einu bestu mánuð lífsmins og það er ekki geggjað. eitthvað svona út af því það er eitthvað mikið búið í gangi, það er bara, ég kann að meta allt, Já. ég þurfti bara smá tíma til þess að fá að svona aðlaga mig að bara svona taka inn reynsluna og bara svona ok, og svona innleiða hana inn í lífið mitt og núna, þú veist, ég hefði aldrei haldið einu fyrirlestur ef ég hefði ekki farið og þú veist, Einmitt, bara já. þekkingin sem ég fekk þar og þannig að já, Æ, bara vá. þetta var, ég mæli ógeðslega mikið með þessu og Já. það ég fekk mjög mikið út úr þessu maður þarf bara að gefa sjálf sér smá tíma. Já, einmitt. Hvað, þú veist, var þetta þá svona stærsti hérna lærdómurinn? Var, Já, og það er líka bara, sko, þú veist, eitt sem ég tók út úr þessu er til dæmis eins og
á götunum þá allsstaðar út að það mjög lítið vinnur þannig að þau þurfa bara að skapa sér sína eigin vinnu þannig að þú veist það mikið af mönnum sem eru þú veist á mótorhjólum og mikið af konum sem eru með eitthvað svona lítið dót sem þau eru að selja þú veist, eitthvað svona gremmeti ávextir eitthvað og ég horfði á allt þetta fólk og ég var bara þeir eru bara frumkvölar þau eru bara, þú veist, starta sitt eigið business bara því það ekki hægt að gera neitt annað þú veist, þau fá ekki starf í banka eða búðið eða eitthvað þannig að þau þurfa bara eitthvað svona kaupa vörur eitthvað staðar og selja þær eitthvað staðar annar staðar og ég bara, oh my god síðan á Íslandi erum við ekki hrædd að stofna okkar eigið fyrirtæki eða okkar eigið eitthvað og síðan bara fólk hér okkur einasta götu hotni sem bara eitthvað svona starta sin eigin business og þá var ég bara svona akkur er við hrædd að gera þetta við höfum allt, við höfum í alvörunni allt til að gera þetta og þau hafa ekki neitt og þau gera þetta bara því að þau þurfa að lifa af þannig að þá var ég bara eitthvað svona guð, ef ég vil stofna eitthvað fyrirtæki að gera eitthvað þá bara ger ég það einmitt ég meina ef þau geta, þá get ég það alveg þannig að þú veist hversu oft hefur heyrt eitthvað svona mér langar svo að gera eitthvað en ég veit ekki alveg hvað gerðu bara eitthvað í alvörunni þú veist þau eru að gera eitthvað gerðu bara eitthvað út af það mun aldrei þú veist það mun alltaf bara leiða þig að þar sem þú myndi enda byrjaðu bara það er betra að byrja heldur en að byrja aldrei þannig að ég tók ógeðslega mikið inspiration frá þeim sem voru bara hvað það er cute svona... sem bara sátt á götunni og voru bara að selja þú veist gulrætur Vá I know, so cute eða þú veist so cute inspirational þannig að það breytti þessi upplifun í hvernig þú horfir á lífið eða markmiðin þín? Já, mjög mikið. Þú veist, það er sérstaklega bara, ég er miklu þakklátari fyrir fólkið mitt, ég er miklu þakklátari fyrir, þú veist, matinn sem við borðum hér og maturinn þarna hann er bara önnur menning, segjum það bara, þú veist, þau bara, stundum vissi ég ekki hvort ég var bara kjúkling eða fisk og þetta var, þú veist, það var mikið eldað bæði, að ég var bara og bara það er ógeðslega mikið af kolvetnum í matnum þeirra bara það lítið af próteini og ég sem var að koma úr þú veist 70% kötti og fara síðan til Tansaníu ég var bara hvað í afskotanum það er bara einmitt þú veist þetta að ég er miklu þakklátari fyrir allt sem við höfum hér og ég er einhvern veginn meira bara svona að ef ég þorði að gera þetta einn þá get ég alveg þú veist haldið fyrir og þú veist það er þetta þessi tröppugangur sem við talaðum Í þokkabót gerður þetta ein? Já. Period? Já. Damn. Sí. En hvernig finnst þér, þú veist, núna hefur búið, þú veist, í hérna Madrid og Tansaníu. Hvernig finnst þér að, þú veist, að koma aftur heim og hvað svona stendur upp úr og hvað fílar mest? Ég fekk meira menningarsjokk eftir ég kom heim frá Madrid út af því að, bæði vei, Madrid er mest vanmetnasta borg ever bara þú veist það er allir frá til Barcelona Madrid er stunning oh my god klúbarnir þar amazing og bara þú veist þetta er eins og fara í svona New York veist, þetta er alveg stórborg það er bara þú veist skjáir allstaðar og eitthvað en samt er þú veist öll húsin svona ekki kassar veist, þetta er bara svona architecture og þetta er ógeðslega fallegt elska Madrid ég 100% þannig að ég fekk meira menningarsjokk þegar ég kom heim frá Madrid og þá fekk ég fyrst svona ég kom tilbaka og það breyttist ekkert og þú tengir örugglega við þetta veist, eins og að þú fer aftur á höfn þá er þetta svona en ég fór en það breyttist ekkert það er allt nákvæmlega eins og þú veist þegar ég var að keyra þá var ég bara svona ó já þau byggðu þetta þú veist þá var kannski komið eitthvað ný bygging en ég var samt eitthvað svona en það er samt allt eins þú veist það er allir eins það tala allir eins það er svo creepy að fara eitthvað og það er bara allt alveg eins þannig að það er svona menningarsjokk sem ég fekk að svona þú ert þótt þú farir það skiptir enga máli oft fæ ég að heyra eitthvað svona já, mér langar að fara en ég er svo hrædd að missa af babes, þú ert ekki að missa af neinu það gerist ekkert hérna sko það gerist ekkert nema þar sem þú ert þannig að sama hvar þú ert þá gerist lífið þitt bara þar og þá komum við líka inn að ef þú ert bara á þinni braut og þú ert bara í Madrid eða á höfn þá ertu bara á höfn það skiptir engu máli að þú ert að fara að horfa hvað er að gerast alls þar annars staðar þá bara fer fókusinn þinn af því sem þú átt að vera að gera og það sem þú ert þannig að en þú veist með Tansaníu fekk ég meira svona
andlegt sjokk. Já. Það sem já, það var meira bara svona, veitu, af hverju ég ekki þakklátari fyrir allt, veitu, af hverju ég ekki, veistu, af hverju ég ekki bara komið tilbaka bara a changed woman. Já. Því þetta tala aldrei bara, þetta er svo mögnu reynsla og þú mátt bara koma tilbaka sem önnur manneskja og ég var bara, af hverju ég the same. Því var bara what's wrong with me. Síðan bara einmitt þurfti ég bara tíma og þá kom þetta. Já, einmitt. En hvað, langaði að búa hérna eða hvað næst? Sko, í draumaheimi þá væri ég til að þú veist búa einhvers staðar eitthvað part á árinu og búa síðan annar staðar ef búa síðan á Íslandi eitthvað annan part á árinu þannig að mér langar ógeðslega að prófa að búa í Bandaríkjunum mér langar að fara til þú veist LA eða Miami bara þú veist út af því að maður kemst bara ákveðið langt á Íslandi þannig að mér langar að prófa að fara í stærra þar sem ég get komið meira á framfæri en þú veist, ég ætla ekki alveg upp börnum mín í Bandaríkjunum sko, þú veist they will be here þannig að já á mínu mútbordi árið 2004-05 þá var flytja til Bandaríkjanna sem sagt haustið sem sagt núna og það er oft það sem ég seti eitthvað á mútborðið mitt og sem gerast það þú veist 1-2 ára seinna og það er bara allt í lagi þá gerist það allavega já og það er líka svona manifestation og stundum þú veist ger ég mútborðið mitt það out there að það er engin séns ég náði því á 1 ári og það er bara that's fine þá erum við allavega einmitt búin að manifesta í einhvern ákveðin tíma og þannig að aldrei vita nema næsta ári þar næsta ári að maður flytja til Bandaríkjanna bara til að bara svona tjekka hvað er þarna draumurinn bara svona I made it moment væri þegar ég væri búin að halda mitt eigið TED Talk ef ég væri bara svona TED Talk girly, period mér langar, þú veist, það er draumurinn minn og ég skrifaði það upp á töflu hjá mér sem ég er með inn í herberginu mínu ég skrifaði upp sko 2022 og það var í svona leik þar sem þú ættir að skrifa allt niður bara sem þér langaði óháð því þetta gæti verið bara eignast engaþotu, eignast engaflugvél og þú ættir bara að gera bara mest bizarre hlut ever og fældi ég skrifaði 2001 halda TED Talk og bara þú veist, núna er ég actually bara svona ég gæti alveg gert það sem er svo galið, skilu, út af því að þetta var bara the most bizarre hlutur fyrir nokkrum árum já, og síðan núna er ég bara svona ef ég myndi flytja til Bandaríkjanna og vera þar í 2-3 ár þá er það bara komið klikkun sko hvað væri hérna drauma state, draumaborg að búa í ég held, það er eitthvað svona glamour yfir LA, Miami eitthvað svona en já, ég held að LA væri geggjað sko já, ég þarf low-key að fá svona redemption frá LA af því að ég fór í janúar fór ég til LA bara þegar það kviknaði í það var bara ekkert, þú veist, það var engin úti það var ekkert að vera ég sá engan frægan, ég var í LA og ég sá engan frægan make that make sense og ég var bara við hliðin á Hollywood Street þannig ég það low-key að fara aftur og gera svona redemption free að því að það var og eftir þetta er ég bara gætt leiðilegt í LA en það er samt örugglega svo gaman skilur á réttum tímum þegar það er ekki verið að brenna niður borgina rest in peace allt allar þessar all húsin sem að fóru og svona þetta var mjög sætt, þau voru að handtaka eitthvað sástu sem að átti að hafa þú veist, hafa kviknað í skiluru ok, þetta er að koma út í nóvember en það er október sorry guys en hvað lærðirðu mest á því að búa erlendis? Sko, það eru nokkur hlutir það er þetta þú eiginlega þú veist, þú hættir að vera með FOMO eða ég hætti að vera með FOMO út af því að ég fattaði bara þú veist, miðað við hvernig karakter ég er og ég er mjög mikið eitthvað svona þú skapar gjörsamlega allt í lífinu þannig að þú veist, fyrsta mánuðin út í Madrid þá eiginlega grét ég og ég hringdi í vinkonu mína og ég var bara eftir 3 vikur og ég var bara þið eru bara öll saman heim á Íslandi ég er bara ein í Madrid og hún sagði við mig bara æ, auðmikið þú og ég, ég veit það, hún var bara hlustað á þig bara vorkennur þér og ég eitthvað svona nei, hún bara nákvæmlega bara þú veist, ef þetta er að ég er ein í Madrid og þið eru öll heima eða er þetta ég er ein í Madrid og þið eru bara öll heima veist, þetta er bara svona hvernig þú horfir á þetta og þá bara hún sagði við mig, geðu þessi mánuð
eftir mánuð og hún hefði flutt til Bandaríkjanna. Hún Já. sagði bara, gefðu þessu mánuð, eftir mánuð á þetta eftir að líða hjá. Á mánuði, á deginum mánuður, bara 30 dagar, þá bara var allt í lagi með mig. Og þá, þú veist, hætti þetta að vera aumingi ég og þetta fór að vera bara svona, ó, heppin ég. Já. Og þá mitt í þetta FOMO-dæmi, ég fattaði bara, hvar sem ég er, það er alltaf gaman. Hvar sem ég væri aldrei til í að vera neins þar annars þar. Þannig að ég í dag fæ aldrei FOMO út af því að ég skapa bara það umhverfi kringum mig. Af hverju ætti ég að vera með fear of missing out eitthvað þar annars þar? Ég er ekki þar. Já. Þannig að þú veist, ef ég er í Madrid þá er gaman, ef ég er í Tansaníu þá er gaman, ef ég er á Íslandi þá er gaman. Þú veist, það er bara gaman hvert sem ég fer. Ef ég er eitthvað þar, þá mun mér finnast gaman. Já. Þannig að það er svona, ég hætti að vera með FOMO eftir þetta. Vá. Út af því ég bara svona, veist, ég fór ekki á þjóðhátíð ár, fekk ekki FOMO. Ég var bara svona, vá, skemmt ykkur. Ég var ein með fjölskyldunum minni á Ólafsfirði. Já. Bara eitthvað, þú veist, campfiring. Og Já. ég var bara eitthvað, þetta er geðvikt. Já, Ég fekk ekki FOMO, cute. ég var bara svona, en það er gaman hér. Já. Þannig að, já, ég lærði það mjög mikið að bara svona, þar sem þú ert, þar er gaman, sama hvað þú ert. Það var svona eitt af stærsta sem ég fekk út úr þessu. Vá, hvað það er flott. Já. Ég vona að það komi hjá mér. Já. Jú, ég fæ ekki það mikið FOMO held ég af því að það bara mindset skiptir svo ótrúlega miklu máli. Svo Þetta miklu ár máli. bara hef ég fattað það að þú veist, það má alveg líða illa fyrir sig en samt skilurðu ef að þú ert eins og þú varst að segja skilurðu að ef þú ert einhvers staðar þá dependar hvort það er skemmtilegt eða ekki, bara hvernig þú hugsar skilurðu, 100%. ef að maður er upp í rúmi að horfa á þætti og maður fyrir inn á Instagram og sér allir downtown bara eitthvað, þetta er samt lélegt dæmi, vá En samt en það þú er bara svona, ég ég er bara að hafa kósí, með mér, einmitt, skilurðu. já, Og þetta gerist líka oft í vinahópum þar sem þú veist það er kannski planið að fara á þjóðhátíð eða eitthvað og þið ætlaðu að vera öll saman í húsi eða tjaldi eða eitthvað og síðan þú veist backfirear eitthvað, Já. segjum það. Og þá er þú veist ákveðna típur sem eru bara svona, þetta var aldrei jafn skemmtilegt, þetta var og þetta hefur stundum komið upp í þú veist mismunandi vinahópum hjá mér og fyrsta setning sem ég segi alltaf, ég alltaf bara, hei krakkar, við gætum verið í kjallara saman með áfengi and we would be good. Já. Og þá er allir bara, það er rétt hjá þér. Þannig að þá einhvern veginn allt ofan á það verður plús. já, Þannig að þú veist, ef það er eitthvað sem floppar eða eitthvað gengur ekki, þá er ég bara svona, býtu, við gætum alveg, þú veist, staðsendingi skiptir engu máli. Nei, Og þú einmitt. veist, bara svona reyna að tvinna þetta einhvern veginn þannig að fólk sjáu bara svona, góða í því já, þetta er ekki, það er ekki alltaf eitthvað slæmt. Það er líka bara, þú veist, ef þið er ekki boðið í eitthvað, að Já. vera bara eitthvað svona, veistu hvað, þá fæ ég bara að lita mér augabrúnar. já, Geðveikt. einmitt Þú veist, þetta er allt trúi ég að sé Já. hugarfar. Bara hvernig þú horfir á hlutina. einmitt Æ, vá, hvað það er geggjað Já. hvaða ráð myndir þú gefa Íslendingum sem að eru að hugsa að fara út í fyrsta skipti að flytja? Ef þú ert hræddur, 100% valid. Ef þú ert að gráta ára nú ferðu út, 100% valid. Já. Ef þú ert að gráta þegar þú ert komin út, 100% valid. En ég hef alltaf hugsað þannig að ef ég er að gráta þá veit ég er að gera eitthvað rétt. Út af því þá veit ég er að gera eitthvað erfitt sem er eitthvað nýtt og þá vöxum við, skilurðu. Þegar ég hætti í fyrir sambandinu mínu, grenjaði úr mér augun. Þegar ég, fór til Madrid, grét úr mér augun, því ég var svo hrædd að mér er stólið. Þegar ég fór til Tansaníu, grenjaði úr mér augun. Já. Þegar ég hélt fyrirlesturinn, þá táraðist ég var bara svona, ég horfði á mig í speglunum og ég var bara, hvað ertu að gera? Þú veist, áður en ég fór á fundinn með framkvæmdastjórunum, Já. grenjaði ég. Ok, Þú veist, ég bara, þú veist, já. táraðist og ég var bara, ég geti þetta, ég geti þetta. Leið þú ert að gráta, það er bara merki það að þú ert að gera eitthvað, skilur, sem er að challengea þig og Já. þú veist, þú ert að fara rétta leið. Það fyrir bara eftir hvernig horfir á það, skilur, í momentinu er þetta ekki eins og þú sért að fara rétta leið. Já. En genuinely þú ert að gera það. Þannig að þú veist, ég skil alveg að þeir sem vilja fara út og þetta er ógeðslega þetta er það. En ef þetta væri ógeðslega auðvelt þá væri allir sem myndi búið í útlöndum. Já. Bara þú veist, ég segja líka oft við mig og þú veist, við vini mína sem er eitthvað svona, já, en þetta er svo erfitt, bara, já, þetta er erfitt. Og ef þetta væri ekki erfitt, þá væri allir að gera þetta. Já. En þetta er erfitt og þess vegna erum við að gera þetta.
út af vikinu erfiða hluti. Já. Þannig að bara, ef þú ert að gráta, you'll be fine. Já. Heldur þú að það sé erfitt fyrir Íslendinga að stiga út úr comfort zone-inu? Já, út af því við erum svo lítill og þetta svona, þú veist, eins og þú varst að segja með höfn, að þetta bara svona lítill bær, þú veist, út af ég hef alltaf búið hér, þetta mín höfn, skilur mig, þú veist, þetta þar sem maður hugsa og maður postar á TikTok til að byrja með og maður bara, oh my god, bekkjarsystir mín að fara að sjá þetta úr grunnskóla, þú veist. Þannig að ég held einmitt og við erum mjög mikið í svona, oh my god, hvað þessi að reyna? Hvað þessi astnalegur sem þú veist nákvæmlega hvernig þetta fólk talar sjálfa sig. Þannig að það gerir ekki neitt. Þannig ég held að það sé mjög erfitt fyrir okkur að stíga út fyrir það endurhengin út af því við erum svo lítil. Já, einmitt. En þú veist eins og þegar ég flutti til Madrid, þá þú veist, ég bara, út af á Íslandi, ég tek ekki upp símann og bara hi guys, ok, ég að fara í Hagkaup á tax-free dag. No. En í Madrid, þá stilti ég stundum símannum upp og ég var bara oh hi guys, so today I'm gonna út af það allir bara alveg sama, þá þú veist, það labba allir bara framhjöður og ef þú ert að horfa á mig, þá ég bara svona, oh my god, what an honor. Já, að þú ætla bara að horfa á mig og minni tek upp. Ok, fan. Þú veist, þá ég bara þarna. Ok, fan. En þú veist, ef ég á Ísland og byrja að taka upp, þá ég bara svona, oh my god, þið finnst ég ógeðslega astnaleg. Þannig að, já, það skiptir líka máli hvar þú ert. Já, einmitt. Hvað það svona næsta að dagskrá, svona erfiði hluti sem þú ert að fara að gera? Á ég að lansa þig hér? Já. Ég að fara af stað með svona fyrirlestra series. Hvað segir maður þetta? Series. Svona, já, sem í rauninni heitir Let's Talk About, sem í rauninni bara svona fyrirlestra series. Já, einmitt. Þar sem verður bara eins í mánuði verður einn fyrirlestur og það alltaf mismunandi sem we're gonna talk about. Þannig að þú veist, let's talk about boys, let's talk about confidence, let's talk about goals, let's talk about motivation. Það bara svona alls konar mismunandi í hverju mánuði sem verður í Let's Talk About. Oh my god. LTA. Cute. Vá hvað þetta var svona smooth. Já. LTA. Ok, mættust. Já. Ég svo spennt fyrir þessu. Ég ógeðslega spennt. Ég að fara að lansa þessu á TikTok. Já, þetta kemur náttúrulega út í nóvember. Já. Já. Allt í góðu. Okay. Þá munu allir vita af þessu. Þið verður löngu búin að frétta af þessu. Já, ok. Well. Allavega, í október þetta ekki komið út. Vá, ég var að gleyma þetta tekju. Þetta fara að koma í nóvember. Sorry guys. Eitthvað sem byggja spenntur, eitthvað sem hvað næst? Já, en það alltaf næsta dagskrá. Já. En ok, af því að ég elska svona delusion. Já. Hvað næsta dagskrá hjá þér sem geðveikt delusional? Hvað ætlar þér sem geðveikt delusional, finnst þér? Geðveikt delusional. Sko, það þetta TED Talk dæmi. Já. Og finnst það engan veginn delusional, sko, þú ert svo að fara að gera þetta. Já, það bara máli, veist, ég fann að trúa því núna. Já. Sko, mér langar alveg að fara út og vera, þú veist, með meira fylgi úti. Mér langar að vera influencer úti. Þótt að, þú veist, ég fekk daginn eitthvað svona, oh my god, þú ert svona influencer og ég var bara, what? Maður veit aldrei hvernig maður að taka þessu. Nei, og ég horfi líka ekki á mig, þú veist, sem influencer áhrifavald en eitt svolítið, ég bara svona veist, ég bara ein með símanum mínum að posta, þannig að mér líður ekki maður gleymir stundum. Ég veit, ég held ekki þegar maður væri influencer og áhrifavaldur og maður væri ekki mikið eitthvað svona, já en ég bara svona, no mér langar frekar eitthvað svona, ég skal vera athafnakona. Ok, já, period. Ég skal vera athafnakona en mér finnst eitthvað ég veit ekki, mér finnst áhrifavaldur strax eitthvað svona ég skil það svona stigma það low-key, en mér finnst þú alveg vera samt svona þótt að, ok, bara gleymum stigmaðinu í kringum þetta, mér finnst þú alveg vera áhrifavaldur af því þú ert alveg að hafa áhrif á, þú veist, ég að tala út frá minni reynslu, frá þér skiluru, þú ert að hafa áhrif, jákvæð áhrif skiluru, með ertu trén skiluru, þú veist, þannig að þú ert 100% alveg að hafa áhrif, þannig að gleymum öllu stigma. Þú ert alveg að hafa áhrif, skilur. Þetta náttúrulega það cute orð, skilur, áhrifavaldur og þú veist, að vera áhrifamikill bara, þú veist,
að geta haft áhrif á fólk er ógeðslega powerful en áhrifavaldur, það er einhvern veginn einmitt stigma í kringum það er orðið smá svona Já, en já, þannig að mér langar alveg að prófa að fara út og þú veist ástæðan okkur ég setti líka Bandaríkin á moodboardið mitt var bara svona, þú veist, ekki það ég sé búin að maxa það sem ég get gert hér, alls ekki en bara svona, þú veist, þetta er miklu minni leikur, þetta er miklu minni tjött, skilurðu og það er miklu minna til að éta hér fyrir, þú veist, mannætuna þú veist, rándýrið heldur en ef þú myndir fara til Bandaríkjanna en þú veist, það er aftur á móti það er erfiðara en það er meira rewarding en við elskum erfiða hluti, þannig að it's fine. Hard decisions, easy life. Hard decisions, easy life. Vá, ég er svo spennt fyrir bara það sem er að koma hjá þér og 100% að fara bara horfa og styðja throughout the way, sko. Ok, mér langar að spyrja Loki bara svona létt í lokin, við erum búin að jappa svo mikið. Ok, hvað er það? Þá langar mér bara að gera svona mini rapid fire spurningar, bara svona til þess að ok, núna erum við búin að kynnast þér alveg mjög vel, en samt svona skemmtilegt flip aðeins í endan. Ok. Ertu morgun- eða kvöldmanneskja? Ég er kvöldmanneskja, en mér langar að vera morgunmanneskja. Já, ég skil þig. Ég er in transition í morgunmanneskja. Já, same. Já. Það kemur. Það kemur. Það kom og síðan fór það og það þarf bara að koma aftur. Já. Það er... Þú gerðar eins og þú getur aftur. True. Já, let's go. Kaffi hérna eða, sorry, þetta var á ensku, kaffi eða orkudrykkur og hvað er uppáldið? Vá, hvorugt. Koffínlaus kollab. Koffínlaus kollab, that's the thing, sko. Ég er ekki búin að smakka bleika koffínlaus. Er hann komin í Vestland? Já, okay, ég ætla að koma fyrir því, glimti. Æ, nei, allt í góðu. En já, ég myndi segja að þú veist, ég fæ með stundum ískaffi í vinnunni. Já. En ég er einhvern veginn búin að búa til í hausnum mínum að það gerir tennurnar mínu brúnar. Þannig að ég er hætt í, já, kaffi litur tennur, sko. Djók, ég er búin að gleyma því. Já. En þú veist, og það er líka bara mjög mikill, ég set ógeðslega mikið síróp og það er, þú veist, það er óhollt. Já, og bara svona sykur sem mér kannski langar ekkert að vera að taka inn. Nei. Og hérna orkudrykkir, ef ég á rosalega erfiðan dag, þá fæ ég mér kollab. En já, ef ekki, þá fæ ég mér bara koffínlausan. Já, einmitt. Hvað er uppáhalds empowerment lagið þitt? Sko, það eru tvö, það er eitt svona sem er svona my signature. Sko, ég myndi segja Power með Kanye West, alltaf þegar ég er að taka magaæfingar í lok æfingar, þá setjum ég það alltaf á. Þú veist, þegar það kemur líka í laginu, það kemur setning, no one man should have all that power. Og þegar hann segir það, þá er ég bara, ég hugsa bara þá menn. Og stráka sem hafa, þú veist, ekki komið vel fram með mig, þá er ég bara eitthvað svona you should have no power og þá, þú veist, notaði til að móta, ég veit að mjög svona logical svona, og þá er ég bara, þú veist, er kannski að deyja og meina ekki að maðinga og þá er ég bara eitthvað svona no one man should have all that power og þegar ég var á stigavélni þá var ég með þetta, ég var bara komin í fram fyrir þetta þannig að já, ég ætla að segja það eða þú veist, það er eitt lag sem er smá weird og enginn kannast við það þannig að og enginn kannast við það, ég eiginlega lofa því. Þannig að Power. Já. Hvað er hérna stærsta svona green flag í vináttu? Vá, þetta er ógeðslega góð spurning. Sko, ég held bara út af því að ég er farin að standa, þú veist, ég er farin að standa við ákveðin gildi að ef við smellum ekki saman to begin with, þá er það ekki að fara að virka. Þú veist, það er bara svona, það eru sem manneskjur sem ég bara svona smell við strax þannig að ég er að pæla svona hvað hafa þær sem ég hef svona klikkað instantly við ég held að sé bara svona að vera opin fyrir bara, þú veist, vera opin fyrir fólki opin fyrir hugmyndinum opin fyrir, þú veist, hlusta aðra þetta er bara svona að vera opin fyrir bara öllu ég held, já, opin. Actually, wow. Hvaða svona mantra eða svona affirmation notaru oftast? Á sjálfa mig? Já. Ég er heppnasta stelpa í heimi. Það var bara, þú veist, það er engin, og það var, oh my god, það var bróðir minn saman mig daginn, hann eitthvað svona, hvernig virkar allt bara fyrir þig? Og ég eitthvað svona, ég veit það ekki. Og hann bara, það dettur allt bara, þú veist, í kjöltunar. Og ég var bara eitthvað, I know. Og
og þú veist, það bara, og í hvert eina skipti sem gerist eitthvað gott við mig, bara þú veist, ef ég bara svona, meira sér lítið, eins og stundum ég með svona, þú veist, nota ég svona gúmmíteygjur, svona litlar, svona svartar, bara þú veist, til að halda fléttum eða eitthvað svona, og ég núna náðu ógeðslega pirrandi gúmmíteygjur sem slitna stundum, og ég var í bílnum mínum daginn og slitnaði inn og ég var að fara að kenna deil og ég var bara, oh my god, hvað á ég að gera, og þú veist, var búin að gela allt hárið mitt og eitthvað, og ég svona fyrir að leita í bílnum mínum og þá var bara akkurat gúmmíteygja og ég var bara, oh my god, heppnasta stelpa í heimi, og bara, þú veist, bara litlir hlutir, ef ég finn, þú veist, sokka þegar mér vantar sokka og þeir eru bara óvart í töskunum minni, þá er ég bara heppnasta stelpa í heimi, bara þú veist, ég er alltaf að segja við sjálf mig bara heppnust í heimi, þannig að já, daginn var síminn dauður og ég var bara að gleyma, ég keypti bónuskorti sem var 3.000 kall inn á og ég var bara shit, en ég þarf að kaupa í matinn og ég var bara sá í bílnum minni bónuskortið, ég var bara heppnust í heimi. Þetta svo mikið, þetta svona Tinna vinkonum mín, það svona líka, hún vinnur allt og hún bara, af því að hún bara heppin, þú veist, hún veit að hún heppin, ángríns, og þetta bara, þetta eitthvað svona mentality sem maður þarf að tjúna sig inn á og þú veist, ég segi til þess bara svona eins og í fyrirlestri mín, ég bara, ég vinn alltaf, ég ætla einmitt að segja það, þú veist, ég vinn sama hvað og þú veist, ef það eitthvað svona flip a coin, þá ég bara svona, en býtu, þú eru þessu, ég vinn samt og fólk eitthvað svona, ég bara, hvað meinar, ég vinn alltaf, þú veist, þetta ekki 50-50, þetta 60-40 og þá er fólk bara svona, og síðan dettur þetta og ég bara svona, sagði það, þá er fólk eitthvað, what the fuck, út af því, þú veist, everything works out for me, þannig að, mindset guys, oh my god, það ótrúlega hvað maður getur gert með þessum mindset. Hvað besti vaninn sem þú hefur tileinkað þér? Það að segja við sjálf mig að ég get gert erfiða hluti, það bara, þú veist, leið og þú veist, eða það bara, þú veist, þetta mentality bara, ég vinn alltaf, þú veist, það besti vaninn minn í rauninni að þegar að hausinn minn eitthvað svona, oh my god, eitthvað að fara að horfa á mig, þá ég bara, hvað mikið sama, ég vinn, og bara svona, þú veist, ef ég eitthvað svona, fæ ég nei, mér alveg sama, ég vinn, þú veist, þannig að leið á hausinn, þú veist, ég er búin að treyna heila minn þannig að leið og koma ykkur efasemdir, þá tekum við önnur rödd sem bara svona, býtu, en við vinnum alltaf og þá, þú veist, kæfi ég niður röddina sem eitthvað svona neikvæð, bara every time, það besti vaninn minn. Ok, best, my brainy. Hver versti vaninn sem þú þurft að losa þig við? Versti vaninn minn, Ég elska hvernig þú þarft að hugsa þarna. Já, út af því að þú veist, þetta yfirleitt hinsegin, skilur, maður bara eitthvað, ég er svo léleg í þessu, og síðan, en hvað góð í? Ég veit það ekki. Nei, sko, málið að þú veist, út af þess að losa mig við, þú veist, það alveg vanar sem ég ekki búin að losa mig við, en ég svona slæmir, skilur mig. Hvað það þú veist, ég mætti alveg af svefnrútína mín, hún ekki on point. Og eins og ég sagði, ég náði hann að góðri í ágúst, september og síðan kom október og þá bara einhvern veginn eins og ég hafa verið með ómikið á my plate og þá fór bara allt í rugl. Þannig að þú veist, svefninn minn mætti alveg vera betri, maturinn minn og bara svona hreyfingarútína mín mætti vera betri, en samt sem áður, þú veist, ég veit ekki, það líka bara það mikið að gera hjá mér og maður getur kannski ekki alltaf að gera síðan, nei, ræktina. Þannig að, ég væri alveg til í að það væri aðeins betra. Eitt sem allir ættu að gera á hverjum degi til að líða betur? Setja á eitthvað góða tónlist, bara tónlist í alvörunni, bara váka, ég fæ mikið út úr að hlusta tónlist, bara eins mikið ég elska podcast, þá bara, þú veist, tónlist, þú getur, ef þú ert sad, settu bara sorglega playlistæðin, hlusta bara á hann, farðu bara að grenja og síðan kemur nýr dagur. Þannig að bara, þú veist, ef þú ert happy, settu bara happy tónlist og bara, þú veist, farðu að dansa. Ef þú vilt fá okkar að kalla orku, settu bara á, þú veist, einhverja rándir orku, eða þú veist, rándýra lög. Ég elska rándir. Og þú veist, þannig að ég myndi segja, bara hlusta á tónlist tengd mútinu þínu. Ég átti ógeðslega erfiðan dag daginn og ég sat bara heilan vinnudag með gráð playlistin minn og bara ekkert motiverandi, ég var ekkert motivated, ég var bara, langaði eiginlega bara ekkert að vera þarna og þá bara stillum við tónlistina út frá því. Þannig að það hluti sem allir að gera. Ok, eitt svona bara í lokin. Hvað gerir þið svona instantly sjálfsörugga?
það er hvernig ég lít út. Þú veist, bara svona að vera með nýlitað hár, nýlitaðar augabrúnir, brúnkukrem. Já. Þú veist, þetta er svona hlutur sem ég get stjórnað að þá vel ég það. Já. Út af því að þá veit ég líka að ég er búin að setja tíma í mig. Þú veist, ég er í hvers skipti sem þú gerir þig til eða eitthvað, þá ertu að segja við sjálf að bara, veist, ég skipti máli. Mér er ekki sama hvernig ég lít út, mér er ekki sama sjálfa mig. Þannig að þú veist, eins og ég var að lita augabrúnina mína fyrst skipti, þú veist, 1,5 mánuð og ég var bara svona, ok, I'm back. Já, veist, ok, það cute, er bara eitthvað svona, maður fær bara svona óstjórnað sjálfstraust með því að bara eyða tíma í sjálfan sig. Þú veist, það getur verið skincare, það getur verið hvað sem er. Þannig að ég myndi segja það, bara svona self-care. Já, geggjað að hugsa sig sjálfa. En þitt, hvar færð þú svona insta? Oh my god. Vá, þú getur ekki spurt mig að þessu, sko. Ég ángriðs veit það ekki, sko. Ég held bara að mamma mín er bara búin að installa því í hausinn á mér að ég, þú veist, bara sjálfsöryggi einhvern veginn og sjálfstraust. Ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvaðan ég fæ það, nema bara það er bara í hausnum á mér. Já. En það er líka bara, þú veist, þetta er bara eitthvað sem þú treinar, skilur mig. Já, einmitt. Þannig að mjög þakklátt fyrir mömmu mína að þetta var alveg svona áhersla, skilur. Já, geðvikt. Veit ekki hvar ég væri, þú veist, ef ég hefði fengið eitthvað annað, skilur, uppeldi. Nákvæmlega. Ég væri ekki þessi manneskja, skilur. True. Já. True. Ég veit það ekki, mér langar samt að gefa dæmi. Ég er samt alveg sammála, ég er samt alveg búin að vera svona low-key lazy girl era right now. Ég mála mig aldrei nema ég er að vera on camera. Já. En það er líka hjálpar, þú veist, ég er í 8-4 bankavinnu, sko, þar sem bara, þú veist, ég sest stundum og ætla að byrja að mála mig og ég er bara, nei, það er bara, ok, og maður líður alltaf miklu betur eftir á, skilur. Þannig að ég er í rauninni neitt til þess að mála mig. Ok, það er engin, þú veist, skilur mig. Já. Ég þarf að mæta self-discipline. Já. En Já. Ok, vá. Ok, þetta var allavega bara æði þáttur og geggjað að slúkta season 1 svona, seríu 1. Vá, bara takk kærlega fyrir að koma og takk fyrir að bjóða mér. Ég er 100% viss að þú ert búin að hafa áhrifavaldur, búin að hafa áhrif með þessum þætti og ég mun taka þig og allt þitt bara í bæjóinu á þessum þætti, endilega followið, bara ef þú vilt bæta ykkur við. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að hlusta og þið finnum mig á TikTok á Ragnheiður Kara. Love you guys. Æði. Ok, já, takk fyrir að hlusta. Bless. Bye.